Sjötti liður á dagskrá okkar í dag er Súluvegur, deiliskipulag malbikunarstöð og það er Ólafur Jónsson sem mælir fyrir þessum lið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta snýr að deiliskipulagi fyrir malbikunarstöð Akureyrarbæjar sem hefur verið starfrækt hér ofan við bæinn sunnan Glerár frá árinu 1965. Og þarna hefur ekkert deiliskipulag verið í gildi, en sökum þess að malbikunarstöðin þurfti að breyta tækjabúnaði og gera breytingar á starfsemi sinni, þá var nauðsynlegt að fara í þessar breytingar. Og þetta var á dagskrá skipulagsnefndar 30. september síðastliðinn og það var sem sagt tillaga deiliskipulagi fyrir lóð malbikunarstöðvarinnar við Súluveg var auglýst samhliða breytingu á aðalskipulagi. Og það var hún var auglýst 1. apríl 2009 með athugasemdir fresti til 13. maí 2009 og það barst engin athugasemd. Þarna var líka í aðalskipulaginu að hluti af þessu landi sem þarna fyrir undir var inn á verndarsvæði Glerárgilsins, en þetta er alls lóð upp á 25.620 fermetra. Þetta er starfsemi sem vissulega getur haft í för með sér sjónræna og eins loftmengun, en þarna er engin starfsemi önnur í nágrenninu og með nýjum tækjabúnaði sem kom, ef ég megi segja rétt, þetta er nú mjög smátt, forseti, það er erfitt fyrir mig að lesa á þetta, ég veit ekki hvernig ég á að stilla mig af, en ég held að það sé árið 1998, þannig að það sem kemur frá stöðinni núna er einungis vatnsgufa. Og það er líka hugsanleg vatnsmengun og sigvatn sem að menn þurfa að horfa til sem gæti þá fallið að Glerá. En skipulagssvæðið á lóð er í raun og veru fjórskipt, það er athafnasvæði, það er geymslusvæði og það er efnisgeymslusvæði og svo framtíðarsvæði til nota til framtíðar. Nú, aðalskipulagsbreytingin hefur tekið gildi, en skipulagsnefnd leggur til í bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan verði samþykkt og skipulagsstjóra falið að annast gildistöku hennar. Takk. Orðið laust undir þessum lið. Þetta var síðasta dagskrá okkar 17. mars síðastliðinn og var þá töluvert rætt. Það sem enginn hefur óskað eftir að taka til máls, þá göngum við til afgreiðslu á þessum lið og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa deiliskipulagstillögu og skipulagsstjóra verði falið að annast gildistöku að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða.